dag. Þá það helgispjallið þessa helgina. Gestur minn Aufúsugestur og mikil tillökun tala við hann. Það Kristján Jóhannsson, stórsöngvari. Góðan og blessaðan daginn. Þakka fyrir að hafa mig. Já, það nú sjálfsagt, sko. Þetta náttúrulega, þú átt langan og farsælan feril að baki. Þakka fyrir það. Það gerði, nú ertu komin á svona þann aldur, þú ert ekki að syngja kannski í heilum óperum, eða? Nei. Syngur mikið? Ég syng meira í hausnum, sko. Já. En ég syng pínlítið svona við jarðarfarir og ýmsar svona uppákomur eins og sagt. Já. Og hef gífulega gaman að því, sko. Já, ég sá þið síðast þegar þið fóru á sýninguna á Jóhanni Sigurðarsyni. Já, það passar. Það gekk mjög vel. Já, Kristinn fyrir hlið og Kristján eftir hlið. Já, nákvæmlega. Konungarnir. Ykkur að fagna mikið. Já, þakka fyrir. Það var bara æðislega gaman. Já, ég gaman að þessu. Já, og Jóhann góður söngvari. Já, hörkusöngvari og sviðsmaður mikill, sko. Já. Hann að því að nú lærði maður og maður þarf að geta leikið, sko, í óperunni. Já, einmitt. Og það ekki allir sem skilja það. Þetta snúist bara söng, en það ekki. Nei, þeir gera 21. Já, gera 21. Syngja og leika. Nákvæmlega og skila textanum. Já. Ég þegar ég var úlingur, þá var fiðlarinn á þakinu í Þjóðleikhúsinu og mamma sagði mér að fara. Já. Og þá var Róbert Arfinsson. Já. Hann var flottur. Hann var flottur. Og þessi tónlist svona heillaði. Já. Og svo setna fór ég aftur þegar að Jói var. Já, ég sá það líka. Já, hann var frábært maður. Já, Jói flottur. Já, þar þurftu fólk líka, í þessum söngleik, þá þurftu fólk náttúrulega að gera hvoru tveggja. Það er málið og það í óperunni líka, sko. Okkur allavega erlendis, þá í góðum skólum, þá okkur kennt leiklist líka, framburður og annað líkt. Já. Þannig og meiri segja íþróttir og svona líkansæfingar og annað. Já. Þannig að maður þarf að vera í formi, sko. Já. Og sterkur. Já. Bæði andlega og líkamlega. Já. Hvar þreytistu fyrst? Í huganum? Hausnum, já. Huganum. Já. Þar getur maður þreytt, sko. Já. Sérstaklega ef maður að syngja kannski Shakespeare og Ótello eða eitthvað slíkt, sko. Sem mikill texti og þar og það nú að leika líka, sko. Já, og stundum vand með farin texti kannski. Já. Ég gerði það reyndar eins og alltaf þessi Ótello, svo Ótello líka eftir Rossini, en þessi Verdi Ótello sem nú þekktastur, hann sunginn á ítölsku en það dálítið tross, sko. Já. Þú talar ítölsku? Já, eins og móðumál, sko. Já. Og þess vegna ég nú ekki verið mikið í þýska faginu, sko. Nei. Vegna þess að ég set á oddinn að skilja og tala helst tunguna, sko. Já. En það eru menn sem vildi ekki ráða með að ég tala ekki þýsku, sko. Já. Og svo aðrir sem vildi ekki ráða með nefn syngi Wagner. Og ég vissi það og veit það ég hefði og var mjög fínn Wagner-söngvari, sko. Og röddin kraftmikil og stór og mikil og ég hefði gott vald á henni og hefði sungið, ég söng nú 3 Wagnerar, sko. Og svolítið Strauss líka pínlítið í þýsku. En ég fann mig ekki mikið Sigurjón og þess vegna, en það var, ég á búin að syngja talsett og eina 3 óperur á Covent Garden og hann hét Katona sem var liststjórnandi þar og hann sagði, Kristján minn, I love you og mér þykir vænt þú ert frábær söngvari en ég ætla ekki að ráða henni og geri Wagner fyrir mig. Og ég sagði, en sjáðu til, nú er ég búin að vera í 20 ára í að læra þetta tungumál og syng bara þetta repertoár, þessi verkefni, Verdi og ítalska verkefni, fæi. Og þá sagði hann, þú getur hitt alveg, þetta nauðalík tungumál, sagði hann. Já. Þú getur hitt alveg, já, en ég orðinn 40, sagði ég, það skiptir engu máli. Þú ræður þessu, ætlar að koma aftur á Covent Garden
eða ekki. Hann var harður á þessu. Já. Og hann stóð við að helvíta þarna. Já. En þú söngst fyrir hann, Jú. Á hvað tungumál var það sér? Það var, ég söng sko ítalsku grímudansleik og söng Tosca og Aida líka fyrir hann. Já, en hann fekk þetta í hausinn og það var ekki engu tauti við hann komandi, sko. Já. En þetta var yndislegu tími og Covent Garden líka, sko. Já. Hvaða iðnmenntun náður þeir í? Sko, ég er raunverulega málmsmiður, heitir það í dag. Já. Og vann við skipasmiði í Slippnum og lærði þar. Síðan átti ég þá átti ég yndislegan tengdaföður sem hét Kristján líka og hann dó svo ungur, bara rúmlega 50 og hann rak lítið dísilvéla verkstæði. Og í góðum tengslum við verkstæðin Ormsson og Blossa og þessi verkstæði í Reykjavík. Og ég var nú alltaf dálítið svona fyrir að vera eigin húsbóndi, sko. Lét ekkert mjög vel að stjórn. Þannig að ég keypti af tengdamömmu fyrirtækið, fór suður í tæplega árs nám og vann hjá Ormsson og Blossa. Þetta var aðalega stillingar, sko, á olíuverkum, spísum og dælum og svona. Og vann við þetta með söngnáminu og tónlistarnáminu á Akureyri. Og ég hélt mér svona á floti og þetta var bara mjög gaman en hugurinn líka því ég var með hjá Demets. Hann sagði, Kristján, þú verður bara að hætta þessu rugli, þú verður bara að fara erlendis, þetta er bara að skömma þig og ferð ekki út og ég myndi deyja óhamingjusamari og ferð ekki út og meikara eins og þau segja. Og ég hugsaði þetta rosalega mikið og var þannig hálfvitlaus, sko, í góðum skilningi. Og svo endi með því að ég sló til 1975 og þá 27 ára gamall og var komið með góða reynslu með þess að fann að bladra ítelsku hjá honum, sko, og við sungum heilu óperurnar og ég var með góðan grunn. Einu grunnunu sem ég vantaði var svona tónlistarlega séð eða svona akademisk grunn, vegna þess að ég var til dæmis þegar ég kom til Ítalíu þá var því að beita mér í röddinni að því ég sá að ég var langt á eftir jafnöldur mínum sem voru búin að vera í þessi mörg ár og eingöngu í tónlist og söng. Þannig að ég þurfti að bæta mig mikið og söng bara 6 daga í vikuna í 2 ár. Og fannst þú alltaf svona stíganda? Já, þá fljótt, þakka Guði fyrir það, fljótt þá fór ég að fá lítil svona ekki hlutverk heldur tónleika og fá fyrir það fyrir salt í grautin, skilurðu. Og því að þá voru ekki eins og námslán og ég bara seldi og allt sem ég átti nema sem konan hélt og þáverandi kona og þannig og svo voru vinur og kunningjar og pabbi og mamma og að henda í mig 1000 köllum og þannig þeir vissi ég var ekki svona skítblankur, sko. Og þannig var tíðin þá, sko. Þú varst að berjast í gegnum þetta? Þú varst að berjast í gegn, já. En svo var það þannig að ég var búin að gera plan, 2,5 árs plan, að ég ætti þessa peninga til að halda mér að gangandi með á þessum tíma. Og svo kom skólastjórinn í skólanum og þá voru reglur það að nemandi mátti ekki og alls ekki í nafni skólans að koma fram opinberlega nema með leyfi. Og hvað? Og ég sagði veistu það, þetta er náttúrulega bara neyð hjá mér að því að ég á ekki peninga og verða að nota
allt sem og ef þú bannar mér að fara þá verð ég hætt í skólanum og hann gaf mér leyfi kallinn hann gaf mér leyfi, ég mátti ekki fara hátt það sagði hann en hann gaf mér leyfi og Jenny Poggi sem kendi mér og Eugenia Ratti sem kendi mér leiklist meðal annars og hérna þau voru mjög ánægð með mig og stolt af mér og hérna þannig ég fór bara út í brassan á fullu sko og þannig að þó ég væri í skólan og þá talaði enginn það meira sko. Nei, en hérna, þú talar alltaf vel Sigurð Demets. Já, mér þykir óbætlega vænt það var nú skárra sko. Honum þykir vænt mig, ég veit það og vissi það alltaf og hann trúði á mig. Ég var svona hans gullkálfur sko og ábyggilega. Þannig að, já, mér þótti mjög vænt hann. Ég var tækjagæi sko. Ég var á skellinöðrum og ég var á mótorhjólum og ég var með snjósleða og ég var með trillu og bara 20 ára gamall skilurðu. Ég eignaðist mína fyrstu trillu bara 18 ára. Og það var ekkert með sko. Maður vildi vera fullorðin mjög hratt. Og ég man þegar ég var að keyra hann í skólan á snjósleðanum og hann stóð svona upp í loft sko þegar hann satt við rattanni. Þetta var alveg brandari sko. En við brölluðum mikið saman og við vorum stór vini sko. Já. Ég átti líka bátur upp í Akureyri. Já, góður. Svo svona lítið svona á pollinum sko. Já, ég átti hvað 2 tonna eitthvað svo leiðis. Já, þetta hefur verið eitthvað, ég veit ekki, það var lítill bara, en ég hafði náttúrulega verið til sjós og þetta var bara gaman. Já, þetta var nú mín sjómennska sko. En bræður mínum voru allir til sjós. Á togurum og minnibátum. Já, ég var eini svona einhvers konar landkrabbi sko. Já, en þú náttúrulega sko, ekki svolítið erfitt að ímynda sér það hefur ekki farið út, þú værir í karlakórnum fyrir norðan Já, það var hérna svakalegt sko. En pabbi náði að syngja með þér? Já, hann náði því Jón Konráðsson og hann náði því líka þakkaði fyrir að segja þetta því að hann náði líka að sjá mig í 2 óperum sko. Já og grét, sagði mamma mér. Og sérstaklega í seinni óperunni þá var ég svona á byrjunarreitrunölla en komin sem sagt á góð laun og átti ekki lengur peningavandamál sko og hélt mig vel á floti og þá var ég í Bretlandi og söngi Madame Butterfly og Tosca fyrir English National Opera North og pabbi kom þangað og þau eittu jólum hjá mér. Þetta var jólin sem hann dó sko. Og þá sagði hann mér og ég var búin að setja aðeins í aðra tanna sko og fórum á pub eftir sýningu sem ég gerði nú eiginlega aldrei en að þess að pabbi var með mig þá löpuðu okkur á pubin og fengum okkur eitt gráan og hérna þá svona sagði hann mér undir rós að nú var hann rólegur með mig og sagði þetta að koma hjá þér sem kannski mikið hrós mikið hrós eins og Haukur heitinn bróðir sem voru nú í Arðan síðustu helgi að hérna hann var minn helsti aðdáandi og gagnrýnandi, hann tók mig og hakkaði mig svoleiðis niður að það álaveri nú að því að ef hún fannst eitthvað sem ég gæti bætt skilurðu og svo hlustaði hann á aðra og bara þá bestu og hugsaði hvernig og hlustaði hvernig þessi og hinn gerir það ég mér anskota saman hvernig hinn gerir það nei, hlusta á það líka saman og ég hlustaði á það í gamla dag hlustaði ég bara á 3 söngvarar sko og hérna en svo fór maður að hlusta og núna í dag eru flotti söngvarar til dæmis, mjög flotti söngvarar en aðeins hérna að því að ég það var málkunnugur Hauki og fyrst þú varst að byrja
að slá í gegn. Já. Og þá var umræðan á Íslandi að þú væri svo montinn og já, sagði, nei, hann er það ekki neitt. Því ég þekki Hauk bróður hans, hann er alveg eins og hann er ekkert montinn. Nei, þetta var tíðin þá. Já, en Haukur náttúrulega, hann var afreksmaður á skíðum. Já, stórglæsilegur, sko, já, ólympíuleikar og heimsmeistaramót og hvað enn og rústaði sér þetta heima líka, sko. En, sko, þetta var eiginlega lenskan þá. Maður þurfti helst að ganga með veggjum og helst ekki brosa og hvað þá heldur að hlæja, sko. Nema þú væri komin í hægri tanna, sko. En sko, fólk bara óbylgjant, sko, sem þekkti þig ekki neitt, sko. Já, ég fór að bulla, sko. En svo, það er náttúrulega löngu liðið. Já. Núna í dag er þetta manngæði, sko. Þetta er kostur hvers manns að hafa sjálfströst. Já, og vera opinn og hress. Já. Annars væri ég ekki hjá þér. Nei, alveg klárlega ekki. En þessi ferill, sko, hvað varstu búin að lengi þegar þú fer að syngja eins og söngst aðalhlutverk á Skala? Ég debuteraði á Skala 8, 10 og nú ætlum ég ekki að ljúga því, annarkoð 86 eða 7. Já. Og þá er ég sem sagt 38 ára. Og þá er ég búin að syngja allan heim, sko. Og það er mjög sjaldgæft að menn fari fljótt á Skala. Þú ert komið með 10 ára reynsla ára og ferð þangað, sko. Og mett líka reynar. Og en þetta er allt saman raunar fyrir mér var þetta alltaf undirbúningu fyrir Skala að það þanga allaði ég og ekkert kjaftaði þannig að ég lendi meiri í Sigurjóna ég var að syngja Rigoletto niður í Genova og með Leonucci baritónu heimsþektur æðislegur strákur og en ömulegan stjórnanda sem að þoldi mig ekki og ég ekki hann og fyrir utan það að við komumstum að því að hafa með 2 aðra sem að vildi hlutverkið en leikhúsi vildi mig og málið var það að uppur þessu urðu stór vandamál en svo þegar það var garð gengið þá er ég kallaður á Skala og í audition, í pröfu og ég fór út með 3 óperur frá Skala og 30 og 8 ára gamall og helvíti góður, sko. Og söngstu þær bara hverja? Nei, það tók 3 ára að syngja það, sko. Já, ég myndi það. Já, það tók 3 ár, það er 1 ári og ég manna kona mín elskulega Sigurjóna hún sagði jæja Kristján minn, nú þarf ekki að hafa neinar áhyggjur leiðinda furskum sem er að stjórna því og einhvern sem að kann ekki við þig og vildi fá einhvern annan af því að nú getur vinnur í sannlega aldrei með honum aftur. Já, farið upp fyrir hann. Já, nú er það komin upp fyrir hann, sko. Skildi hann eftir í ríkinu. Já, með sópinn. Já. Helvíti maður. Þannig að það er ýmislegt ekki einhver á, sko. Já. En þetta hefur, sko, þessi heimur, þú ert ekki með neina tryggingu, þú þarft að... Þú er bara að standa því. Já, við það, þú færð tækifærin, þú komið ángað. Já, það er ekki borgað út lasin eða neitt, sko. Nei. Það er sparkað heim, sko. Já. Þannig að þú hefur, sko, sjálfur aflað þeirra tekna sem þú fengið. Já. Og fyrir utan það, ef þú syngur ekki vel og kannski á fyrstu, annarri sýningu eða fjórðu eða hvað það er, að því að það kemur fyrir að söngvarar hefur verið pínulítið kærleysir, búin að syngja margar sýningar eins og sérstaklega í Þýskalandi þar sem að fólk er að syngja 100 sýningar á ári og sömu sýninguna kannski 50, 60, 70 sinnum, sko. Og þá kemur smá leiði í hópinn og smá kærleysi líka að þú klikkar klikkar einsinni tvisar við þriðaskipti til að láta fara, sko.
Þannig að það ekkert elsku mamma. Nei, skilið. Og þeir koma almennilegir svona listrænir stjórnendur, þeir koma á vænginn sko. Og fylgjast með þér. Og jafnvel í myrkrinu hvað þú segir og hvað þú gerir sko. Þannig að þú bara að haga þér eins og maður og gera þetta með hjarta og sál. Það bara þannig. Eflaust hefur ykkur tíma klikkað? Ég hef tvissunum klikkað. Og hvaða tilfinning það? Það bara ömurlegt. Og annar kvítið var á Íslandi, ég söng með COVID fyrir 5 ára síðan og vissi ekki ég væri með COVID. Þá vaknaði ég klukkan 8 á morgun eins og ég vaknaði með þér í morgun og svo ég niður í Hörpu og ég finna að svífur eitthvað yfir mig svona, kemur eitthvað yfir mig og mér fer að líða ver og ég hugsa með mig, þetta verður nú í lagi, en svo var það bara ekki í lagi. Nei. Og ég söng klukkan 11 eða 12 sko og vorum að æfa og svona fyrst, ég Bjarni Frímann og svo var ég bara ómögulegur og lét mig vaða en ætlaði mér allt og mikið og stundum eins og kona mín elskuleg segir, þú ert ekki lengur 35 Kristján minn. Og þannig að mér vantaði eina aríu og var að hætta í byrjuninni og ég tók þetta mjög næra mér, þetta var mjög erfitt. Hitt skipti var í Dresden í Þýskalandi og þar var það mjög trist. Þannig að ég var með nýja pródusjón á Aida og ég var nú sko eins og ég segja bara flottasti Radames í heiminum þá og söng Radames og Verdi út allt og ef ég söng það ekki þá var bara ekki sett á svið í mörgum tilvikum og þarna var ég með nýja Aida og gekk ofsalega vel og var stór success. Svo páska og ég að borða hádegismat með stjórnandanum sem var yndislegur alveg, ítalskur, franskur, frábær stjórnandi. Ég man nú ekki Francesco hét hann, en ég man ekki ættarnafni á honum í svipinn, svona. Allt í lagi. Og og ég segi honum Francesco, ég lasinn, ég hann lasinn. Og hann fer alveg í kerfi og hringir í óperustjóran og segir, það líkur á að þau þurfum að hafa coveri í kvöld, sagði hann. Já, það ekkert cover, vegna þess að ég búin að gefa honum páskafrí og hann komið til Spánar. Og það bara, hann verður bara að syngja Kristján, hvað sem tautar og röflar. Og þetta heyrir aldrei á Ítalíu, sko. Nei. En þú heyrir svona í Þýskalandi. Það meiri tilfinning í Ítölunum og þeir myndu segja, elsku kallinn, við þurfum að gera eitthvað, við láta læknir skoða eða eitthvað. Og allan að taka þína afstöðu líka, sko. En það var bara, nei, hann bara syngur. Ekki eftir hvort það væri að ná sér niður tímabundi með lyfjum eða eitthvað. Nei, það bara var mitt mál, sko. Og mér fannst þetta mjög kalt. Og en það var þetta honum að kenna. Hann sagði að Kristján aldrei veikur, búin að syngja í 30 ár og aldrei veikur og hann ákvæði hann að vera veikur allt í innu núna. Það ósangjart? Já, mér fannst það. Og hann sendi drenginn heim. Nú ég syng og í 4. þætti á ég óbóðslega erfitt þegar ég er búin að syngja alla Aida í gegn og hún var Mitchell Kreider, frábær amerískur sópran sem var með mér og alveg geggjuð Aida og ég hvísli eira á hann og þetta bara búið hjá mig, ég bara get ekki meira og svo fer hún út af sviðinu og lætur út ganga, kallinn sé bara búin á því og síðan kemur bara óperustjórinn þessi sami og tilkynni það að söngvarinn sé bara Indís Bosto, eins og við segjum á ítölskunni, bara hann sé bara búin að missa röddina og tjöldin bara féllu. Já, og það bara klappa og klappa og klappa.
engin mótmæli, þá er búin að syngja ágætlega allt kvöldið sko, nema svo bara fann ég að það bara fór sko og það er hérna, þetta er mjög fragile, þetta tæki, þetta er mjög viðkvæmt, þessi söngröddin sko. En þú hérna, einmitt sko, þitt tæki í þessum mikla heimi, ert þú sjálfur sko? Það er bara ég sjálfur. Já, þetta er lífandi hljóðfæri sem þú verður að hugsa vel með, er ekki? Jú. Og hérna, ég gerði það nú alltaf sko. Og lifði heilbrigðu lífi og var með konuna með mér sem einhvers konar hérna þjálfara. Og því hún læri leikona og hún var yndislega með mér í 40 ár sko. Þannig að hérna, og er enn. En það er hérna, þannig að við gerum þetta mjög vel sko. Það var svona svolítið sér íslenskt í mér sko, að ég reyndi að vera með svona press agent og eyða í það og ég hafði ekki Barilla eða einhver stór fyrirtæki með mér eins og til dæmis Luciano hafa með alla ítalsku þjóðina með sér sko. Og svo auglýst hann og var sponseraður í þessu og hinu og bla 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 og svo náttúrulega eins og þýsku og amerísku og ensku söngvararnir, þeir eru með leikhúsin sjálf og ítalsku og þeir eru með leikhúsið í heimagarðinum skilurðu. Þannig að þetta er allt, þetta er mjög ójafnur leikur sko. Og hérna mjög ójafn leikur. En ég prófaði, var með press agent í eitthvað ári eitthvað svoleiðis og klikkaði nú því að það var Sami og Luciano og hérna svo vildi hann náttúrulega bara Luciano, bara búin að vera með henni í sennilega 20-30 ára áður sko. Og gerði ekkert fyrir mig, þannig að ég sá ekki hérna neina ástæð til þess að vera að halda þess áfram sko. Þannig að þið hjónin gerðu þetta út saman? Við gerum þetta út saman sko. Já, hún er þá tekið að þeir ykkur ómög svona reyna að létta þér. Já, og notaði svo sína hæfileika bara á æfingum og svona og yfirleitt er þetta yndislegt fólk líka sem maður er að vinna með sko. Sigurjón, þetta er mér þykir óbúslega vænt megnið af þessu fólki, það er einn og einn skurkur innanum sem þetta er það stór hópur, en almennt er þetta yndislegt fólk sko. En sko, Sigurjóna Sverrisdóttir, hún fer með þér út og bara slekkur á sínum ferli. Hún var bara ágætlega með til leikona. Já, komin í þjóðleikhúsið og segir það. Já, og mjög hæfileikarík og flott sko. En henni fannst þetta bara rosalega spennandi sko. Hún tók sinn tíma í að hérna hugsa málið sko. Og hérna ég vona allavega að ég sýndi henni alla þá virðingu sem hún átti skilið. En það kom aldrei upp brestir hjá okkur eða neitt sko. Þetta gekk bara smút og ég hlustaði mjög mikið á hana þegar hún var að segja mig til sko. Ég ætla að fara að spyrja því. Hvort að þegar hún er búin að horfa á það á æfingu og svo segir hún eitthvað við þau eftir, eitthvað hreyfingar eitthvað. Ég fór ekki oft í fílu. Nei, ég segi þú hefur virt hennar skoðanir á þessu. Já, ég hef búin að sjá hana sko, leika líka. Þegar við vorum í, hvað heitir það, Hveitibrauðsstaðar? Tilhugalífinu, já. Þá var ég búin að sjá hana nokkru sinnum sko. Og dáð hana sko, og dáð enn. En málið er að en maður þarf að passa sér stundum að fara ekki í fílu sko. Það getur stuggast í þér sko. Þú þykist verið að gera þitt besta það bitna bara á þeim sem er í fílunni. Það er vittlust að vera í fílu og engin veit að því. Nákvæmlega, en þú voru bara að virða fólk sko. Og skoðanir fólks og þar sem hún var í þessu og svo var ég yfirleitt
yfirleitt, þær voru góður strákur. Já. Við leikstjórana líka. Já. Þeir stundum voru þeir með svona skrýtnar hugmyndir og láta þeir syngja jafnvel á haus og allavega, sko. Já. Og það, það þarf dálítið mikið til þess. Já. Og í þessum stórópunum sem ég var að syngja þá sumir stóðu bara þarna og sungu, sko, skilurðu. Og maður reyndi náttúrulega að setja sig inn í textan og leikinn og atburðarásina og vera bara þagur og góða strákur, sko. Já. En er ekki svolítið merkilegt svona fámenn þjóð að náttúrulega á sama tíma ert þú að syngja allan heim og Kristi Sigmundsson. Já. Þetta er merkilegt. Jú. Og erum á met, sko, líka, sko. Já. Og þá líða, sko, 50 ár frá því að næsti maður var. Já. Og hún, María Markan var þarna í gamla met, hvað var ekki, in the 30s eitthvað svoleiðis, á þriðja áratögnum, sko. Já, allir ekki. 20. öldinni. Já, en svo verður þú söngkennari seinna reyndar. Já. Bubbi Mortens var glæsileg. Já. Bubbi Mortens fór til hennar. Já, var hann ekki hjá, Guðrún og Símonar? Já. Ég grunnu það. Já. Ég grunnu það. Þau eru jafn vitlaus bæði tvö, sko. Já. Bubbi flottur. Já, hann er hvað? Já. Alveg eða listamaður. Já. Sko, þegar þú kemur heim og þú syngur í Hallgrímskirkju, Þjóðsönginn meira sér eitthvað svona. Já. Er erfiðara að þetta er stressari, að þú ert að syngja fyrir Íslendinga heldur en út í heimi? Ég var það í byrjun. Já. Líka því að ég hef búin að verða fyrir talsverðu mótlæti. Já, veit það. Það var sagt að ég væri svona óalandi, skilurðu. Já. Og ég væri þetta og ég væri hitt, sko. En kveðirnir sem ég fekk voru ekki beisnar, sko. Nei. Og ég var yfirleitt hakkaður niður af þeim sem eldri voru. Og hugsanlega, hugsanlega vegna þess að ég hældi ekki mikið öllum, en sumum, og hef alltaf gert. En sem mér fannst, þetta er bara minn smekkur, mér fannst eiga skilurðu. Já. Og þú ert ekkert að hæla þeim sem þér finnst eiga ekki skilið. Nei. Þannig að... Þá er betra að þegja. Já, betra að þegja. Já, það hefur sennilega verið hjá mér líka. Oft betra að þegja. Já, þú hittir naglan á höfuðu helvísku núna. Já, það er líka í minni atvinnu, þá finnst mér ykkur geta gert betur en hann gerði. Já. En það ef manni kemur ekki við, svo var ég seinna náttúrulega ritstjóri og svona, þá náttúrulega þurfti maður að þá þurfti maður. Já, nákvæmlega. Og eins og mér, ég var náttúrulega með náfrænda minn, við vorum systra synir, ég var Magnús Jónsson. Söngvari? Já, við erum systra synir, sko. Hann var frábær maður. Já, bara yndislegur kall, sko. Má ég segja aðeins? Og hann flottur söngvari líka, sko. Já, þegar að ég er í 4. bekk í Gagó, að þá máttum við velja okkur eitthvað vinnustað til að heimsækja í eina viku. Og ég valdi sjónvarpið og þar var Magnús Jónsson. Já. Er það ekki? Jú. Hann var ekki á sjónvarpinu, sko. Nú. Hann var hjá Reykjavíkurborg. Nú, þá erum við Magnús Jónsson eini sanni stór tenor, sko. Já, var mikið Þú talar Guðmund Jónsson. Nei, ég veit alveg hver hann var. Hann var hjá Ríkisútvarpinu, sko. Já, ég er framkvæmdastjóri. Já, framkvæmdastjóri með þessi, já. Pétur heitir Pétursson Þulur. Já. Hann sagði einu sinni að það var þegar jarðaförum var útvarpað. Já. Og þá sagði Pétur, helst ef að Guðmundur söng við jarðaföruna. Já. Af því hann var nú innan búið að maður á RÚV. Já, þetta var nú gagnrýnt, sko. Já, svo segir hann einu sinni, verið svona matmálstíma, þá er Pétur að ganga fram hjá Bæris bestu. Já. Og þar er Guðmundur Jónsson að setja í seinapilsu og Pétur segir svona, jæja, ertu að fara að syngja við jarðaför? Nei, ég er að fara heim að borða. Fekk sér eina, svona aperitivo. Já. Forrétt aðeins. Aðeins. Fínu. En þetta eru margir merkilegi menn.
Já, fínir söngvara líka, sko. En, sko... Ég var hjá fyrirgeðu, Já. Ég var hjá Guðmundi eitt vetrarpart, þegar ég var hérna í náminu, dísilvélanáminu. Já. Þá hérna fór ég í Söngskólann í Reykjavík og hérna var hjá Guðmundi. Og hérna, hann var mjög drykkfelldur þá og tók mikið í nefið. Ekki alltaf leiði það þér? Jú, ég ætla ekki. Allar að gefa mig vatn? Já, helviti góður. Stór tenor við Rauðabólið. Já. Þá bara verður maður að sinna þessu hlutum. Já, læknirinn segi ég drekka mikið vatn. Já, það segir kona mín líka. Er það ekki? Já, ég drekka ekki nóg, sko, held ég. Nei, heyrðu, en Guðmundur, hann var... Hann var að kenna mér vetrarpart og hérna, við vorum góðir mátar, sko. Já. En það var ekki mikið kennsluna. Nei. Og hérna, ég man þegar elskulega eiginkonan kom, má kannski ekki segja svona sögur. En þá sagði hann, jæja, þetta er dagurinn í dag, sagði hann. Þegar hann kom og náði í kallinn, sko. Og yndisleg kona. Já, hann var búinn fann að sulla dálítið vel í sig, sko. Kannski merkismaður samt. Já, einmitt, hans, sko, eins og lögi sem að hérna Jónki Tröll og flera sem voru svona já, og lags já, einmitt já. Hann var mjög fjölhæfur þessi gall, sko, og flott rödd. Já, þar húkka hann líka, sko, kynslóðuna til þess mína, sko. Já, bæði kynslóðuna og fór alveg niður á gangstéttina. Það var eins og Luciano Pavarotti sagði alltaf, þið er alls síst af öllu að hlusta á sjálfu ykkur og syngja fyrir sjálfu ykkur og eða einhverju sérvalda því að fara niður á gangstétt. Einmitt. Góðu punktur. Þú eru að hafa almenningi með þér, sko. En það held ég, þrátt fyrir allt, hafði ég almenningi með mér. En það var svona smá klíkur sem voru svona í nöfum mig. Þeir höfðu kannski annan sem bara eðlilegt, annan favorit og eitthvað, sko. Halda með Valið að KR og eitthvað svona, sko. Það er bara þannig, sko. Og það er alveg, hérna, við skiljum það alveg. Í gegnum tíðina þá hef ég heyrt sögur að þér og ég er þannig að ég hef alltaf stoppað þetta svona, ef ykkur ætla að fara að tala illa Kristján Jónsson, ég þekkti Hauk, sko, þetta er alveg eins maður. Já, við erum alveg eins. Aldrei datt mér í hug að Haukur væri montinn maður. Nei. Mjög lifandi og skemmtilega maður. Já, ég þakka fyrir það. Já. Og ég held að ég sé það líka. Já, ég er að segja það. Annars allavega er ég mjög vinamargur, sko. Já, er það ekki? Marga yndislega vini út allt land, sko. Og ég reyna að rekta það eins og ég get, sko. Já. Hjördísdóttir mín sem verið blaðamaður er það núna ekki, en hún var einu sem taka viðtal við Sigurjónu þína. Já. Byggu í Garðabænum, held ég. Já. Og svo þegar þær við byggum þar, sko. Þær voru þar, tala saman, og svo heyraði bílflutt og þá segir konan þín, Kristján er að koma. Já, þá var eins gott að drífa sig. Nei, þá sagði hún að þú hefðir hennar sitt, að þú flautar að þá kæmir heima húsinu. Já, sko, að því þú segir það, þá erum við nokkur í ættinni, Grenivíkurættinni, og ég kalla mig og þeir kalla mig Grenivíking. Eins og Bubbi frændi, eins og ég kalla Björgvin Jóhannsson, Adolfs Jóhanssonar. Og hérna það sem að afi gamli fæddist og ólst upp, þá keyrum við fram hjá ströndinni, eða á ströndinni, fram hjá þeim bæ og flautum, saltkjötaböinu dugall, blessaður afi. Og þetta er svona stíll í nokkura í fjölskyldinni, sko. Ég náttúrulega málkunnugur Björgólfi og líka Björgólfi. Já, Björgólfi. Já, og líka Björgólfi, hvers son er hann sem bjó Björnsson. Björnsson. Já, sem bjó á Raufarhöfn, já. Við spilum ofta golf saman, sko. Já, við erum náskyldir, sko. Við erum systkinabörn. Já.
Og það þið góðu kallar. Þið ekkert ólíkir svona í fasi, sko. Nei, og ég álítið mjög líkur pappans, Adolf Jóhanni, pappans Bubba, sko. Ég álítið mjög líkur honum, sko. Og mömmu minni, sko. Þannig að það er ekki, hvernig máltækið? Það er ekki... Nei, sleppið því. Maður hefur leyfi til þess að maður komið þennan aldur. Eða ekki? Jú. Bullar allt en ekkert að gerast. Ég alveg þekktur fyrir það þegar ég að kynnin fólk hérna að ég man ekki nöfn. Nei, ég mjög slæmur hérna. Það ekki leiðum að líkjast alltaf ég að segja. Já, það sko, segðu. Þetta þetta bara smá tíma. Herðu, en má ég spyrja þig, manst þú eftir manni sem heitir Óli Barði eða Ólafur Barði? Já. Hann var með þér í 6 eða 7 ára bekk. Já. Ég man eftir honum. Ég og hann voru lengi saman til sjós. Já. Hann sagði mér sögu að hann eins og hitti í flugstöðinni á Reykjavíkurflugvelli. Já. Og þá var, sko, hann var bara að koma hann var á Vestmannaeyja þá, Tórunum, og var að koma heim í frí, og var ennþá bara í sko vinnufötunum. Þú varst náttúrulega fínt klæddur með silkitrefil og Óli Barði og svona. Og hann þóttu mjög væntur að þú hefði þekkt sig, sko. Já. Hann var búin að segja við einu sína hérna, þetta Kitty Jóma, við vorum saman í skóla. Sko. Já, nákvæmlega. Já, það ekki bara, svo bara, Óli Barði. Nei, hérna, það má nú ábyggilega ýmislegt segja mig, sko, bæði gott og slæmt. En mér þykir vænt hérna fólk. Og gamla vini og skólafélaga, ég bara, mér finnst bara afbörða fólk alveg. Kringum svona stjörnur, þá verða til svona grúppíur eða einhverju hópar sem að fylgja. Er það ekki þannig hjá þér? Er einhverjir kallar eða menn sem að standa svolítið baki að þér? Hvað eru kallar? Já, með number 1 klúbb á Ítalíu. Og þeir voru með hérna baskethúfu sem stóð KJ1. Og hérna þeir fórum alla Ítalíu og hlusta á mig og klöppuðu og örguðu og þeir voru stuðningsaðilar, sko. Já, og eru enn, svo ég með klúbb á Íslandi líka sem hefði Synir Kristjáns og Fylgiti Kristján og hérna það eru ungir athafnamenn og mjög hérna flottir strákar og eins og ég kalla á, þetta eru menn á svona milli 30 og 50 og allir bara afburðamenn í íslensku þjóðlífi. Og þeir eru kalla sér Synir Kristjáns. Synir Kristjáns, já. Og við kallum Bel Canto heiti klúbburinn og sem fallegur söngur. Og þeir koma á tali við mig fyrir svona 10 ára síðan og þá eitthvað 10-12 saman og þeir segja okkur langar að gera eitthvað öðruvísi og þetta eru mentamenn og búin að gangi í menta sig og flotti strákar, sko. Og hérna þá langaði bara að bæta einhverju við í lífinu og tilverunni og þá leikhús óperu tónleika og þá vildu komast til boss í þessu og fengu mig til að hitta sig kannski 2-3 kvöldum áður og við mat og ég skýrði fyrir þeim viðkomandi verk og viðkomandi hlutverk og hvað var að gerast að þetta var nú á frönsku eða íslensku ítölsku seg þannig að svo var farið kannski 12, 15, 20 í leikurs og þeir nutu þess. Svo endi þetta með því að við fórum að setja á tónleika sjálfur, Bel Canto tónleika í Iðnó og hérna gerum eina tónleika á ári. Bara smekkfullt, bara 100 manns og
síðan hef ég verið að kenna fyrir La Musica Lyrica sem ítalskt fyrirtæki sem að starfar á Ítalíu og setja upp 3 óperur á ári. Þetta held ég 8. árið sem ég fer núna í ár og mitt hlutverk að kenna viðkomandi söngvara hlutverki sitt og raddþjálfan í hlutverkið og hvort sem kallaða kona og þetta endi með því að þeir strákarnir og ég erum komnir í samband við La Musica Lyrica Brigita sem pólsk söngkona og listamaður, frábær söngkona var í gamla daga og við syngjum enn og það endi með því að við setjum af stað þetta samstarf og ég leita að ungum íslenskum söngurum, læt hana vita því þeir syngja fyrir mig og síðan tek ég það upp og það sendt til Ameríku og hún hlustar og síðan ræður hún þetta krakka í þessar óperu eftir sem við á. Sem sýnir Kristjáns? Nei, sem Nei, hópurinn? Hópurinn hlustar á þessar ungu íslensku söngvara og ég kannski mjög óskýr í þessu. En hópurinn þeir syngja fyrirsöng fyrir okkur og La Musica Lyrica í Bandaríkjunum en í gegnum okkur og þeir eru svo ráðnir af Musica Lyrica í Bandaríkjunum í mismunandi hlutverk niður á Ítalíu og ég held að séu 6 sem fara í sumar íslenski söngvarar og þetta mjög áreiðandi, þetta frábær kennsla og frábær svona námskeið eiginlega í 6 vikur sem að krakkarnir fá og ekki allir í stór hlutverk en sumir bara í mjög stór hlutverk. Þetta búið að vera í 8 ár og núna þetta stærsta ári vegna þess að 6 söngvarar íslenski sem verða að syngja þessar 3 óperur. Hver borgar brúsann? Þau fá scholarship og þá kemur á góðum punkti vegna þess að við erum með líka söngstyrk, belcanto styrk til þessara krakka, þess þá sem bera af, ekki alla, en þá sem bera af og fara í aðalhlutur til dæmis, þau fá styrk frá okkur. 500 og upp undir 1 milljón og þannig að við erum ekki bara ótaðum út í eitthvað sem að þau þurfa að eyða miklum peningum og síðan styrkveitingar líka frá La Musica Lyrica ef þeim finnst hann afburða nemandi og talent þá fá þeir styrk líka á móti og þá þegar þessi 2 styrki koma saman þá ekki mikið að borga fyrir viðkomandi. Þannig að þetta svona stuðningu við ungt fólk. En einu sinni vorum við að tala saman og þá sagðið þú að Rás 1 hjá útvarpinu að væri búið eyðileggja hana því poppararnir hefðu yfirtekið hana. Já, þeir tóku Rás 2. Nei, Rás 1, þeir voru flutt frá Rás 2 yfir á Rás 1. Já. En það væri engin klassísk tónlist. Allt of lítið. Já. Allt of lítið. Og þá segir Rondo, þá sagði þú, það er ekkit... Það virkar ekki alltaf, Nei, en svo líka þarf kannski að segja eitthvað Já, og auðvitað þetta þarf að vera menningarlegt og það þarf að skýra og kynna hvað tónverk í gangi. Þetta bara romsar út, þá þetta eins og gert fyrir kannski 100 manns staðan fyrir 10.000 skilur. Og fólk veit ekkert hvaða músík í gangi og þannig að það þarf að skýra þetta, það þarf að vera þulur og skýra þetta og hver það sem skrifar þetta og hvenær hann gera og hvar hann bjó og hver sagna og þess að það eru jazzþættir eru þannig.
en ekki klassísk tónlist. Já, mann þetta Jóni Múla í Galanda? Já, ég tók viðtalið hann einsni í Sjómannablaði Víking. Já. Og svo fór ég fram að það. Flottur. Já, hann hringdi stundum og spurði hvort ég vildi koma í bunukaffi. Hann hellti upp á könnuna og þá sko var hann með trekt sko og ketilinn svona í ringi sko. Nei. Já, það er besta kaffi í heimi sann. En svo Sveinn Þormóðsson þetta heitir, ljósmyndari. Já. Að hann hafði tekið myndir af honum og hann að ég bauð þeim í bíltúr og fór í sjóminjasafni í Hafnarfirði. Það var eftir, það veistu það að Jón Múli var náttúrulega svo lifandi manneskja. Snillingur. Og það sem hann spurði safnvörðin og hann hafði svo gaman að þessu. Já. Hann hafði nefnilega verið til sjós. Já, svakalega montinn sko. Já, en hann Mér finnst alltaf gaman að hitta hann. Já, óbyggilega, ég get svona ekki mikið. Nei. En hann var þölu líka þegar ég söng náttúrulega mikið með Sinfó. Og þá voru þessi 15. kvöld sko, tónleikarnir. Og því var útvarpað. Og þá kemur hann helvíti sperrtur inn á sviði, segir Jón Múli, skilurðu. Þá kynnti hann þetta allt saman og kynnti verkin og mig og viðkomandi söngvari listamann. Þannig að þetta var mjög líflegt og skemmtilegt, sko. Þetta ekki í dag. Nei, en hann samdi nú marga góða slagara? Já, bara mjög. Já. Og þeir bræður? Já, í gegnum síma. Hann á Norðfirði og hinn í Reykjavík. Já, hugsaði. Já, þetta var gaman að þessu. Delur í búbúnis, ég held að það hafi verið svoleiðis að þeir voru á syngurum staðnum? Já. Syngur í heimshólfunni? Já, og töluðu svo saman bara í síma og kvöldin. Nákvæmlega. Það var miklu listamenn. Já, flottir. En íslensk klassísk tónlist. Já. Eigum við mikið að er ekki einhver tónskáld sem eru virk hérna heima? Jú, þeir eru þó nokkru og þau og þær. Já, meiri séu konundan virkari, sko. Já, það er svona upp og ofan auðvitað, hvað manni finnst. En sko, tónlistamenn á Íslandi eru miklu meiri tónlistamenn heldur en voru fyrir 50 árum. Og þetta er miklu mentara fólk og já. Það er alltaf, og söngvararnir líka. Ég var nú að segja eins og með mig að við köllum þetta svolítið niðrandi nafninu og í Ítalíu við köllum þetta aukahlutverk sem aukafög sem eru tónlistinn og leiklistinn og tónfræðin og akademísku fögin, sko. Og eins og í mínu keisi þá eins og ég sagði þér áðan þá þurfti ég bara að leggja áherslu á söngina því ég átti ekki nema 2 ár til að koma mér upp á svið. Og þannig að ég hafði lítinn tími í þessi akademísku fög og græt það svolítið í dag, sko. En málið var að ég varð að gera þetta svona og ég mátti engan tíma að missa. En í dag eru þessi krakkar sprenglærðir og meiri sér poppararnir líka, sko. Þetta er mjög flottir hvað kallar þetta? Músikantar. Já, virkilega, sko. Enda tónlistin mjög öflug á Íslandi í dag, myndi ég segja. Hvort sem er klassik eða poppið. Hlustar á dægutónlist? Já. Og ég hugsa náttúrulega hlusta mikið á þetta gamla og góða. Já. Og hlusta á gull rástina og rondó, nei, hvað ekki rondó heldur, hvað heitir fyrir norðan? Helviti góð stöð, það er svona pop stöð. Ég er svo leiðinlegur, ég hlusta bara á samstöðin í bílnum. Retro, eða ekki? Retro. Og með þetta í bílnu, ég er ekki með klassik í bílnu, sko. En sá maður ekki að hlusta á klassik í bíl. Maður á að hlusta á klassik
í allt öðrum kringumstæðum. Og verið ekki að gera neitt annað? Nei, ekki gera neitt annað. Það er bara þannig. Gerir það svolítið? Já. Ég er með mezzo-stöðvarnar, þessar frægu mezzo-stöðvar sem er klassíska stöðvar niður í Evrópu og alltaf sé ekki 1 og 4 og ég elska það. Sitt kvöld eftir kvöld sko og þegar frúin er ekki að horfa á þá fer ég á mezzo sem intermezzo er stitt úr intermezzo í mezzo og þá er það sem sagt allt sem fallegast og besta sem heyrist í klassík og óperu í dag í Evrópu sko og jafnvel í heiminum. Kristján, hvað áttu mörg börn? Jó, 5 börn. 7 barnabörn. Ég er ríkur maður. Já. Er einhver Kristján í hópnum? Já. Við erum stór vinir, nafnarnir. En er eitthvað að þeim... Já, þú meinar í söngnum? Já, eða sko söng eða einhverju svona... Já, hún er ein sem hefur verið í barnakórnum í Vídalínskirkju í Garðabæ og dætur mínar báðar voru með frábærar röddir, báðar 2 en það gerði nú ekkert í þessu, fannst sennilega nóg að hafa einn vitlising í hópnum sko. Skilurðu? En því miður þá, en þau fóru, mín yngri börn fóru öll í tónlist og lærðu akademíuna og akademisku fögin og voru í píano og gítar og ég veit ekki hvað. En það var enginn sem laði þetta fyrir sig því miður. En þú ert að kenna ennþá það? Já, ég er svona að staula spínliti, já. Aðra að gera við gamla nemendur og svona. Já. Ef eitthvað fer út, þá ringja þér í mig og... Já, bara eins og... Þetta er svo dísilvél. Já, þá bara skiptu spísana, reysaðu allavega, pússa aðeins oddinn, sko. Og blásúrinn. Já, Pappi minn var bifvélavirki. Já. Herri, þetta er nú búið að vera bara ágætt spjall hjá okkur, eða ekki? Ég drengur, það er ekki klukkutími. Jú, það er komið klukkutími. Það er ekki svo langt. Er það ekki? Nei, þetta er ágætt. Já, þetta er bara fínt, mér líður vel. Já, ég er búin að hafa gaman að þessu samtali. Sömuleiðis. En tæknimaðurinn? Já, Laufey er öruglánað. Er það ekki? Jú. Já. Herðu, en Kristján minn, ég þakka þér mikið vel fyrir að koma til okkar. Þakka þér miklu Freyríkar. Það var skemmtilegt og ég vissi að Sigurjón myndi ekki klikka á því, sko. Nei, ekki að ræða það. Ekki að tala leiðilega hluti, bara lífi og tilvöruna. Já, leiðinda hluti, nei. Nei, við erum ekki pláss fyrir leiðindi. Nei, það er bara þannig. Er ekki að hafa þannig? Þakka þér fyrir, kallinn minn. Þetta er lokin á því. Takk kærlega fyrir þetta. Sömuleiðis. Og ykkur fyrir að hafa verið með mér. Sæla sinni. Segðu það á Samstöðinni.